Og Sara, við byrjum bara að segja mér frá þessum verkum sem eru núna, sem þú gerir fyrir lokaverkefnið. Já, þetta serían heitir Sveppafólkið og þetta eru 6 portrettmyndir og 3 skúlptúrar úr vír. Og það sem sagt, pælingin á bak við þetta að reyna að áhorfandinn fari inn í einhvern heim þegar það horfir á myndirnar. Og þetta einhver svona myrkur, súrrealískur heimur í einhverjum ímynduðum Amazon frumskógi. Það allt rosalega mikið, það mikið myrkur, það mikill raki og þróunin hefur farið þannig að sveppir eru farnir að vaxa út úr fólki. En hvaðan koma þessir sveppir? Þeir ég hef alltaf getað leitað í sveppi ef ég með ritstíflu. Ef ég algjörlega föst, ef ég get ekki teiknað eða málað og svona þegar hefur verið erfitt að halda áfram að skapa þá hef ég alltaf getað krassað eða teiknað sveppi og þá kviknar í einhverju. Byrjaði alveg örugglega með Skyrim töluleiknum. Það svona hellir þar allur út í risastórum sveppum og hlæði. Það byrjaði örugglega þar. Og það bætir þessum líka litum í myndina sem poppa upp alla myndirnar. Það sem sagt hugmyndin á bakvið að hafa fólki hvítt og sveppurinn svona rosalega litrika að þetta samband fólks og sveppana, þetta á yfirborðinu eru sveppirnir sníkjudýr. Það á svo bara eftir að koma í ljós hvort að fólkið græðir eitthvað á því að hafa sveppina, en sveppirnir fá sína liti með því að éta litarefnið úr fólkinu, þess vegna eru þau svona hvít. Það svona pælingin á bakvið litina. Það kannski einhver ádeila þarna undir niðri sem að... Það vel verið, sko. En svo líka svona út frá fagurfræðilegu sjónarhorni og svona myndbygging og allt það, að það vantaði rosalega sterka liti inn. Og það til fullt af rosalega fallegum sveppum í heiminum sem eru alveg bara æpandi, appelsínugulir og rauðir og eitthvað þannig. Og mér langaði til þess að ýta sjálfur mér út í það að nota liti sem ég myndi aldrei nota venjulega, eins og mín palletta þegar ég ræði nákvæmlega hvað liti ég nota. Mjög blá, grá, græn, svona myrkir litir og svona eins og þetta. Og mér langaði svona að skora á sjálfa mig með því að nota bjarta og sterka liti og bara láta mig nota þá til þess að sýna fram á fjölbreytileika. En fólkið í myndunum líka, það hefur gríðarlegan karakter. Já, þetta allt fólk sem annaðhvort lifandi eða hefur verið lifandi. Ég komst inn í svona eldgamlan kassa frá ömmu minni með fullt af svarthvítum portrettmyndum. Frá, ég held að ein mynd hafi verið frá 1920 og allt upp í 1960 og valdi bara svona myndir sem mér fannst vera áhugaverðar. Þar sem að andlitin voru þannig að mig langaði til þess að mála þau. Og svo kom ekki ljós fyrir en eftir á að það ein gömul frænka mín þarna og það gamall frændi minn sem ennþá lifandi. Orðin eða að verða 100 ára. Og svo eru parið sem þarna, þau eru alveg bara ókunn, það veit enginn hverju þau eru. Það var í rauninni það sem mig langaði til að gera. Svo bara greinilega finnst mér greinilega bara áhugavert að fólki vera skildminni mín. Þegar maður horfir á verkið þín þá sér maður að þú ert að þróa með þér ákveðinn stíl þó að það komi líka inn og þú ert að skora á þig eins og með þessari sýningu núna, það kemur eitthvað nýtt inn í þetta. Hvernig hefur þið tekið svona að móta þína leið í listinni? Þegar ég byrjaði í myndlistaskólanum og þá var ég teiknari og ég ætlaði að teikna. Og í rauninni kom hingað til þess að opna hugan og pröfa nýjar aðferðir. Ég vissi í rauninni ekki mikið með áherslunar hjá skólanum eða eitthvað þannig. Og ég hafði mjög lítið málað og ég hafði aldrei málað með olíu þegar ég byrjaði í skólanum og þetta í rauninni sýningarnar, myndirnar upp á safni
eru 100% afrakstur þessa náms. Ég hafði eiginlega ekkert málað og aldrei málað með olíu og þetta er það sem ég get gert núna. Og þetta er búið að vera svona svolítið, ganga svona svolítið upp og niður með að þróa svona, já, finna svona rétt myndefni og þægilega palettu og ég málaði alltaf rosalega gróft og með rosalega mikla málingu og þykkt og þykkt og þykkt. Og er núna svolítið búin að stíga frá því með þessu. Þessar myndir eru allar miklu mýkri og miklu meira raunsari. Svona eins og mér langaði alltaf til þess að gera. Svolítið minna expressívar en samt. Það er svona mikil tilfinning í þeim. Þannig að, já, þetta er bara búið að vera svolítið ströggl. En það hjálpar að vera með góða kennara sem geta leitt manni með hvaða íblöndunarefni maður getur notað til að ná réttu áferðinni fram.